Dögg Harðardóttir næsta mælendaskrá meðan hún talar þá verður henni lokað. Gjör svo vel, Dögg. Takk fyrir. Ég held að þetta séu einhver álög sem fylgja mér. Ég held að þetta séu þriðja skipti sem mælendaskránni lokað þegar ég tala. Ég hef ótrúlega völd og nú veit enginn hvort þetta tala lengur eða skemur. Heyrðu, ég vil þakka SÍ-nefndinni fyrir fína vinnu. Mér langar til þess að vekja athygli á því sem Eiríkur kom örlítið inn á varðandi fyrstu greinina. Hér hafa nokkri lýst yfir áhyggjum sínum að geta ekki kosið þvert á lista en það stendur náttúrulega heimilt að mæla fyrir í lögum að kjósandi geti valið frambjóðendur af listum fleiri en einna samtaka. Þannig að það er náttúrulega ekki verið að loka algjörlega fyrir þetta og ég fagna því. Varðandi fækkun eða fjölgun þingmanna þá myndi ég styðja þá hugmynd að þeir sem skila auðu þau sæti væru auð á þingi og þannig myndi þingmönnum að sjálfsögðu fækka að einhverju leyti. Nú megin krafa þjóðarinnar held ég að sé svo að með nýrri stjórnarskrá þá reynum við eftir föngum að koma í veg fyrir spillingu í landinu og á þingi og stjórnmálafræðingurinn sem heimsótt okkur hingað fyrir nokkrum dögum að hann hafði efasemdir að það að kjósa þvert á flokka, það minnkaði spillingu. Hann teldi að ákvæðið framlög, upplýsingar framlög til frambjóðenda væri miklu líklegra ákvæði til þess að stemma stigu við spillingu og þess vegna sakna ég þess hér í annarri grein að það skuli ekki vera komin breyting á orðalaginu að upplýsingar framlög til frambjóðenda skulu vera aðgengilegar almenningi ekki bara svo fljótt sem auðið heldur með ákveðinni tímatakmörkun þannig að menn bara viti hvað svo fljótt sem auðið þýðir. En svo vil ég fagna 7. grein. Ég held að það sé bara mjög gott að taka af öll tvímæli hver úrskurði gildi kosninga og að svo mæltu mælendaskrá lokað.